þessu dæmi erum við með 2 sviga og við ætlum að reyna að einfalda þetta eins mikið og hægt er. Og höfum í huga að fyrir framan fyrsta svigan er plús og fyrir framan seinni svigan er mínus. Þegar plús er fyrir framan sviga, þá hefur það engin áhrif á stærðirnar sem eru inn í honum. En ef það er mínus fyrir framan sviga, þá breytir það öllum formerkjunum inn í sviganum. Og áður en við höldum áfram, höfum þá í huga sérstaklega að hérna er náttúrulega plús 3a og hérna eru plús 4a. Og nú skulum við fella niður svigana út frá þessu. Byrjum á 2a sem er fyrir utan svigana. Og eins og áður er sagt, plúsin sem er fyrir framan svigan hefur engin áhrif á innihaldið í honum. Þannig að við skrifum það sem er inn í sviganum óbreytt. Og nú erum við búin að fella niður fyrsta svigan og komum þá að þessum seinni. Og það sem að mínusin er fyrir utan, þá breytum við öllum formerkjónum sem eru inn í honum. Við erum með plús 4a inni, það verður mínus 4a. Og við erum með mínus 4 inn í sviganum, og það verður þá plús 4. Og nú erum við búin að einfalda allar stærðirnar út úr svigunum. Þá skulum við athuga hvort við getum ekki einfalda aðeins meira. Byrjum á stærðum sem hafa óþekkta stærð með sér. Þannig að við skulum byrja á a-stærðunum. Þannig að við erum með 2a í plús og svo erum við með plús 3a og svo erum við með mínus 4a. Þannig að ef við gerum bara 2 plús 3 sem eru 5 og 5 mínus 4, þá myndum við bara fá út að við erum með eingöngu 1a. Og svo skoðum við venjulegu stærðirnar, þessar þekktu. Við erum með mínus 5 hérna og við erum með plús 4. Þannig að hvað er mínus 5 plús 4? Það er mínus 1. Og þá er þetta loka svarið okkar.